hvað ætlar vinstri að gera í þessu? Ætlar vinstri að halda áfram að garga og gagga á verka og láglaunafólk sem að færa þessum hægri flokkum atkvæði sitt og kalla þau bara nasista og fasista og basket of deplorables og hyski og aumingja, eða ætlar vinstri að staldra við og endurmeta stöðuna, reyna að skilja hvers vegna fólki svona uppsigað við þessi fyrirbæri. Þú veist, vinstri er mjög kostulegt vegna þess að það fólk til dæmis sem er mjög uppsigað við mig af því ég segist ekki vera hrifin af Vogue. Það lætur eins og ég sé svona að eyðileggja og sé að tala inn í hægrið og eitthvað svona. Vogue samfélagið, skoða hvað það hefur ná miklum árangri, finnst mér vera nokkuð svona borðleggjandi sönnun á því að á endanum þetta alls ekki barátta jaðarsettra eða kúara, heldur barátta menntaðrar millistéttar. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Já, ég fíla það líka. Svona heimilislegt. Já, bara gott. Það er nefnilega sko, það hafa margir talað um það, að það er það lítur út eins og stofa, kemur mjög mörgum á óvart, það rýmir sko. Já, hvernig ertu? Bara, erum við byrjuð? Já. Okay. Herðu, ég bara hefði ágætt. Það ekki? Búin að svolítið kvefu og rallus. Já, ég ætla að fá mikrofónu aðeins nær þér, þannig að það sé svona undir þér. Ég vona að þetta verði ekki oftruflandi fyrir okkur. Nei, við liðum þetta af einhvern veginn. Dyggðarskreitingar, fánar. Já. Hvað er það fyrsta sem kemur í hugann? Já, góð spurning. Það er náttúrulega hægt að dyggðarskreita mjög mikið, bæði með, þú veist, fánum, svona raunverulegum fánum, en svo getur það náttúrulega verið svona endalaust að flagga, sko. Þú getur dyggðarskreitt með því einmitt að gera ekkert nema kannski einu sinni á ári. Það má að vissu leyti segja til dæmis að einhverju leyti sé 1. maí gangan, viss dyggðarskreiting herri launuðu hópana, sem allt í einu mæta rosa glaðir með rauða fána. Syngjandi nallan 200 sinnum í gangunni, en náttúrulega eru ekki verkalýður, hafa aldrei verið og munu aldrei verða. Það er svona viss tegund af dyggðarskreitingu. Það er líka dyggðarskreiting þegar að fólk fyrir allt í einu að senda skrifstofupóstinn sinn með undirritun og segja svo hún fyrir neðan. Hún? Já. Sem svo ég fær allt í einu að skrifa undir póst með Sólvarni Jónsdóttir og svo myndi ég svona til þess að dyggða flagga og skreita. Sitta persónufornafni með, sko. Gerur það ekki? Ég ger það svo sannlega ekki, en það eru fyrirtæki og stofnanir sem gera, ég held að Orkuveitan til dæmis gera þetta og þú veist, þetta er svona mjög kostuleg dyggðarskreiting. Það sem einhverju svona norm í millistéttar skrifstofu gaurar og gælur eru alltaf farin að senda þetta signal eins og við værum með einhverja sérstakar efasemdir. Svo er hægt að vera með svona leiðinda dyggðarskreitingu eins og íhaldi í borginni með núna, þar sem það lætur eins og það að flagga palestinska fánanum eftir að fáni Úkraínu manna hefur verið uppi við hún hann mjög lengi, sé einhver sérstakur glæpur og koma þá með þau fráleitu hugmynd að þau ætla að búa til sérstakann friðarfána, fólk í flokki sem hefur stutt allar innrásir og öll átök, þú veist, hardcore NATO flokkur alveg frá því að Ísland gekk í NATO og svo framvegis en þau allar hann í borginna búið til friðarfána til þess að koma þau vekk fyrir að rétta að flagga fána fólk sem að raunverulega þarf á alvöru samstöðu að halda og svo mætti áfram telja. Hvað sko, þetta hefur, við erum svolítið að byrja á sprettinum sem ég er mjög ánægð með. Sko, þú ert Vogue-baninn eins og ég sé hann og það er ekki út af því að þú hefur kannski talað það mest, heldur svona hvaðan á hennu pólitíska litrófi þú ert að koma. Þú ættir í raun að vera í röð, þú ættir í raun að hlýða ákveðinu svona narratífu sem hefur verið aðeins bundin við einmitt það að það sé svona millistéttar fólk sem að hefur svona verið að berja ýmsum svona minnihlutahópum í hausinn á fólki sem að talar öðruvís en það. Hvað sko svo við förum aðeins aftur í svona vendipunkt, ég held að sé ef við hugsaum svona multiple universe theory, að þá held ég að sé til heimur þar sem að Hallgrímur Helgason sagði þetta ekki sem viðbragð við því að þú sagðir að OG væri óþolandi. En nú erum við í þessum heimi
og þetta var vendipunktur, svona critical juncture eins og það hérna heitir á ensku. Af hverju, sko, þegar þú ferði í þetta, kom það óvart að þetta hafi verið viðbrögð Hallgríms Helgasonar, þú veist, vissirðu hvað það verið að gera? Þegar ég hef oft verið að pæla í þessu sko út frá því svona pólitíska mengi. Þú veist, ef þú til dæmis ætlaðir í stjórnmál, þá myndi ég telja að þetta hafi verið ótrúlega skynsamleg nálgun, svona svolítið aðeins að sprengja upp, svona koma þér aðeins á framfæri, eða var þetta bara eitthvað svona náttúrulegt? Já, einmitt, ég velti þessu nú bara sjálf fyrir mér þegar einmitt þetta hafði þessar svona miklu og skemmtilegu afleiðingar. Svo þegar ég sagði þetta, þá bjóst ég ekki við því að þetta yrði svona mikið fár. Ég bjóst ekki við því að ég væri þarna að búa til að mynda eitthvað svona siðfár. En ég var bara að segja mína skoðun, og þetta fyrir Hallgrímur alveg pinglítið í töðunar á mér, þannig að það hann væri að allur eitthvað menn spredda með höndunum var auðvitað svona triggerandi fyrir mig og ég vildi svo sem alveg segja honum hvað mér fannst, en þetta var bara mín genuine skoðun og ég kannski að tala þarna líka bara svona innan úr minni búblu. Ég fylgist með alls konar bandarískum og erlendum svona einhverjum fræðimönnum og radikölum og þar þetta bara mjög svona viðtekin skoðun að vókið sé mjög skaðlegt fyrir baráttu vinnandi fólks að ef að einhvers konar vinstri ætli sér að ná einhverjum árangri og ætli sér að fá til dæmis verkafólk til þess að kjósa sig, þá verði að leggja þetta vókþus til hliðar. Þannig ég var svo sem bara að tala út frá því. Ég tala mikið þetta bara við vini mína og félaga mína og þú veist, fyrir mér var þetta ekki svona rosalega outrageous. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Nei, ég nefnilega sko, þú veist, ég var pínu stressaði fyrir þessu viðtali. Út af því að alltaf þegar þú mætir í viðtal eða eitthvað, þá ákveðin, og þetta mín upplifun, eins og þegar mætti til Gunnarsmára stuttu eftir í Rauðaþráðinn, mætti núna fyrir ekki svo löngu þar sem að þið voru meðal hans að ræða bókið. Og þegar að þú ert með, þetta líka svona á svona hinnum almennu fjölmiðlum, þá þegar Kári Stefánsson mætir í viðtal, þá einhver svona óttablendin virðing gagnvart þeim sem að taka viðtalið. Og þegar Gunnarsmára að tala við þig, þá veit hann hversu mikið vægi þú ert á vinstri vængnum, en þú ert ekki tilbúin til að skrifa upp á bókið, en samt hefur bókið verið eitthvað svona samofið fyrir bara vinstrisins í ákveðin tíma. Þannig að sko, þegar kannski fyrsta spurning, upplifir þú þetta líka, þegar þáttarstjórnendur eru með því í setti, að sé ákveðin svona óttablendin virðing við það að taka svona í viðtalinu? Sko, ef að fólk tilbúið til að sýna mér virðingu, hvort sem er óttablendin eða ekki, þá ég bara mjög þakklátt fyrir það. Vegna þess að hér áður fyrr, áður en að ég náði ásamt félögum mínum tökum á Eflingu og losnaði undan því rugli öllu, þá var ég ekkert mikið að fá virðingu, hvorki óttablandna né hinsegin. Þá þurftum við, ég og félögum mínir að berjast einhvern veginn fyrir öllu, við þurftum að tróða okkur allstaðara og það var alveg nákvæmlega sama hvað ég var að tala og hversu mikla þekkingu ég hafði á því og hversu rökfastur málflutningur minn var, það var alltaf bara málað upp sem eitthvað ráli gefilegri manneskju. Þannig en eftir að við framkvæmdum skipulagsbreytinguna og náðum tökum á félaginu og fórum svona að hafa tíma til þess að gera það sem við viljum gera, sem að skipuleggja góða og markvissa baráttu vinnandi fólks á Íslandi, þá hefur þetta breyst. En þú veist, ég þarf ekkert óttablandna virðingu, ég þarf bara að það sem tala við mig eins og þessi manneskja með fullu viti sem að viti hvað ég er að tala og skoðanir mínar sé ekki bara gripnar úr lausu lofti, heldur get ég fært rök fyrir þeim og ég hafi þær af einhverju ástæðu. Já, nei, þú sko, ég sagði við það, mér langaði að tala um Cesar Chavez í Bandaríkjunum, þú sagði ég ekki að tala um hann. Nei. Mér langar að tala um Jane Macaulay og ég hafði ekki heyrt um hann áður en ég aftur á móti fór að skoða hana. Já. Hún fallin frá því miður en hún var svolítið áhugaverð með þetta sko, hún fjallaði mikið um það, hún fjallaði mikið um AfD, fjallaði mikið um Trump og einmitt hvernig svona hægri flokkar hafa hagnýtt sér bylgju
Kolbeinn H. Stefánsson var hérna hjá mér og hann var að fjalla þetta líka að vinstri einhvern veginn bara gafst upp á sínum hefðbundnu gildum einmitt í þessu svona woke fári sem er búið að eiga sér stað og hún einmitt fjallar þetta, hún er alveg sama hvernig hún vinnur, hún bara vill vinna. Akkurat. Og svo kannski römmum það aðeins inn, sko, telur þú núna allir með að við þar hvar vinstrið í dag og ég alveg að tala við fólk sem svona, hvað ég segja, hefur hingað til verið svona vinstramenn í lífinu, tala rosalega mikið til hægri og ég held að sé rosalega mikið af sigurum hægrisins sem einmitt bundið við það, ekki endilega einhverjar efnahagslega hægri áherslur heldur bara fyrst og fremst svona menningarlegar og þetta hefur ekki mátt að ræða og vinstrið núna einhvern veginn til dæmis horfið að þingi. Hvernig horfir þú svona á þetta í samhengi við það að vinna? Það ég veit að þú ert skrifar upp á þetta að Jane McAleavey, já. Hún vill bara vinna, þú vilt bara vinna. Hvernig til að vinstri getur unnið? Já, einmitt, sko, já, Jane McAleavey, hún var rosa flott og sniðug kona, sko, og hún sagði þetta að það fyrsta sem hún hugsar á morgnana hvernig getur þú unnið og hún hafði engan tíma eða áhuga fyrir einhverju væli og þusi en það líka bara ótrúlega tíma sóun eða eins og ég farin að sjá það, ég meina fólk má alveg vera einhvers staðar að væla og þusa ef það vill en þá ekki að koma og tróða sér inn í pólitík sem að snýst að vinna eða verkefnisbaráttu sem snýst að vinna það bara að finna sér einhverja aðra vettfanga og enda er líka nóg til af þeim. Hvernig vinstri getur unnið, þú veist, ég var nú einhver tíman farin að halda því fram ég nefndi ekki lengur að kalla mig vinstri mannesku vegna þess að það að segjast vera vinstri manneskja nú til dags er bara að sitta á sér stórt lúsera merki sko og þú veist ég held að ég til dæmis myndi ekkit græða á því mínum samskiptum við verkafólkið í Eflingu fólk sem er allstaðar komið að úr heiminum og er ekkit endilega með einhverjar svona rosalega sterkar ídeológiskar hugmyndir það hvar það staðsetur sér pólitískt en aftur á móti vill berjast fyrir betri hag fyrir sér sjálf og fjölskyldu sínar sem er þetta bara mjög mannleg tilfinning og eitthvað sem við öll viljum gera þannig að ég bara veit ekkert hvernig vinstri ætlar að vinna en það er þá líka bara flókið að við búum á flóknum tímum en það sem ég treysti mér samt svona til þess að fullyrða er að ætli einhvers konar vinstri sem að fókusirar á efnahagsleg mál, fókusirar á það einmitt að þú veist vinna samfélagi réttlætis og jöfnuðar ætla sér að ná raunverulegum árangri þá getur það ekki lengur verið fast einmitt í einhverjum svona virtue signaling dygðaskreitingum það getur ekki verið fast í því að við erum alltaf einhvern veginn að laga eitthvað á pappir en ráðast aldrei að rótum vandans þú veist vinstri, þetta er mjög kostulegt vegna þess að það fólk til dæmis sem er mjög uppsegað við mig af því ég segist ekki vera hrifin af woke það lætur eins og ég sé svona að eyðileggja og sé að tala inn í hægrið og eitthvað svona en hvað hefur einmitt hið hefðbundna vinstri verið að gera síðustu áratugi það hefur á meðan það hefur einmitt verið að dygðarskreita gengist inn á meira og minna allar efnahagslegar pólísíur, nýfrjálshyggjunnar og hægrisins með þetta ömurlegum afleiðingum fyrir lífskjör stórs hóps vinnandi fólks bæði hér og þetta bara á alþjóðavísu en það hefur svona getað falið sig á bakvið þetta, já við erum aðeinslega góð og við erum alltaf að vinna því að þessi pláss fyrir alla allstaðar og allir með að vera nákvæmlega eins og þau vilja en það er raunverulega til dæmis að inngilda innflytjendur á Íslandi sem þarf auðvitað fyrst og fremst að vera efnahagsleg inngilding þannig að ef þú tryggir það að fólk geti átt sæmilegt þak yfir höfuðið, þú tryggir það að fólk geti unnið vissulega mikið en það geti notið uppskerunar af eigin svita þá auðvitað er fólk miklu viljur allir þess að inngildast, þetta bara segir sér sjálf en þau hafa engan áhuga á þessu þau vilja vera bara einhvern svona tokenisma þannig að já, ef að vinstri vill vinna þá þarf það að fókusera á inngildingu sem að snýst efnahagslegt réttlæti en svo er þetta bara spurningin svo er það eitthvað það sem að vinstri nútidals vill gera það á bara alveg eftir að koma í ljós mér finnst á þessum tímapunkti ekkit endilega margt sem bendir til þess og kannski er einmitt vinstrið orðið svo rosalega neoliberal raunverulega að já, það fyrir manneskju eins og mig að kalla þessi vinstri manneskju er eiginlega bara ekki hægt lengur Nei, ég skil hvað að meina sko, ég er þess að trúnaðarmaður hjá Samhengi og hefur verið það, ég var að vera endurkjörinn núna til næstu 2 ára Til hamingju Já, takk fyrir það en sko, og ég einmitt hef sagt bara það, ég er hægri maður, ég er frjálshyggjumaður en ég kann aftur á móti kjarasamninginn utan að þannig að ég get barist fyrir þínum kjörum þrátt verið það að ég sé ekkert endilega sammála öllu því sem ég er að gera en það sem hefur verið ótrúlega áhugavert að því að senast að þingi BSRB þá var sko
aðalega verið að tala það að við ættum að vera að vinna að kvennafrídeginum og þar sem að náttúrulega útlendingum ekki boðið út af því að þau eru svona nauðsynlegum störfum að við einhvern veginn sendum kveðju til þeirra, stórkostlega undarlegt. En hérna, ég langar nefnilega að ræða við eitt sko, sem að kannski heit kartafla, en þú veist svo sem ekki feimin við að tala heita kartaflur, sem að sko að núna það var mikið rætt til dæmis að sjúkradagpenningar og fleira og kulnun og annað ætti að vera rosalega mikill oddur á allri baráttu, sérstaklega opinbera starfsmanna. Og ég hugsaði með mig bara, þú veist, þá að vera að tala hana að þetta stytta vinnuvikuna ennþá meira og við ættum að vera að berast við 32 klukkustunda vinnuviku og ég sagði, heyrðu, við ekki frekar að innleiða það fyrir alla áður en að við förum eitthvað að tala að styttingu vinnuvikuna eigi að vera aukin hjá opinbera starfsmönnum. Og ég fór að hugsa sko, eins og með kulnun sem hefur verið svona orðatiltæki sem við tókum upp fyrir 10 árum að útlendingar fara ekki kulnun, miklu minna heldur en aðrir. Og kulnun eitthvað fyrirbæri sem að við erum bara búin að samþykkja, það getur verið 40% á sumra deilda og þetta aðalega millistjórnendur sem eru í svona alls konar störfum og þetta einhvern veginn orðið eðlilegt og ég fór að hugsa sko ef að útlendingar og þegar að útlendingar fara að gera sér grein fyrir þessum réttindum sem eru fyrir hendi að þú getur farið unnið í tiltekinn tíma en svo farið í mjög langt frí sem heitir kulnun að þá mun kulnun hverfa eins og dögg fyrir sólu út af því að við getum náttúrulega ekki leyft útlendingum að fara í kulnun. Ok, já, ég svara? Já. Ok, sko, ef þú skoða til dæmis tölunar hjá Virk, þá eru raunverulega mjög fáir sem að fá einhver svona alvöru kulnunar greiningu. Það bara eitthvað mjög svona sérstakt ástand sem að manneskja getur vissulega komist í, en það eru mjög fáir sem fara þangað. Fólk sem að til dæmis fyrir inn í Virk, það þú veist, að glíma við allt mögulegt og oft blöndu af andlegum og líkamlegum vandamálum, einhver uppsöfnuð vandamál sem eru kannski margra áratuga gömul og svo bara hlæðist alltaf ofan á, en það ekki kulnun. Við sjáum það inni hjá Eflingu að það alveg mjög mikið af aðfluttu fólki sem að fyrir á sjúkradagpenninga sko, því það eru þetta sérstaklega fyrir opinbera markaðinn mjög ríkuleg veikindaréttindi þannig að ég veit ekki alveg hvað ég get sagt þetta, ég ekki veist sem ég sé sammála sko. Svo þegar við skoðum að það eitthvað sem mjög gaman ávart að tala munin á milli réttindunum að opinbera markaðnum og almenna markaðnum, þú veist, þar sé ég, þegar við erum að tala út frá svona réttinda sjónarhorni verkalýðsbaráttunnar, þar rosa gap á milli. Þannig að þar, þú veist, annars vegar með opinbera markaðinn þar sem að, það eru vissir hópar sem að vinna erfiða umönnun að vinna of lágum launum, en það eru allir þarna með 30 daga orlof, það eru allir með styttingu vinnuvikunar, þú veist, það eru allir með ríkulegan veikindarétt og svo framvegis miklu uppsagnavernd, það basically ekki hægt að segja fólki upp, en þú þarfst að fara í gegnum áminningarsamtöl og annað áminningarsamtal og það þarf bara, þú veist, næstum því að vera bara mannátt til staðar til þess að sé hægt að segja þér upp, en svo horfum við yfir almenna markaðinn og þar staðan bara allt önnur, sérstaklega fyrir verkafólkið vegna þess að eitt af stóru vandamálum sem við sjáum hjá Eflingu að það engin uppsagnavernd. Atvinnurekandi getur bara verið fúll út í þig, honum getur fundist þú vera að þusa of mikið að þú viljið fá leiðréttingu og laununum þínum eða eitthvað og þú ert bara rekin. Við höfum reynt að taka þetta samtal við samtök atvinnulífsins að það þurfi þarna að auka einhvers konar uppsagnavernd og það hefur bara ekki verið fræðilegu möguleiki að ræða það. Þannig að þú veist það er rosalegt svona óbalans þarna á milli sem að væri þetta fínt að reyna eitthvað að laga. Svo get ég haft alls konar skoðanir á því hvort að það sé rétt og skynsamlegt að fólk sem hefur verið mjög lengi frá vinnu mæti til vinnu og byrji á opinbera markaðnum strax ávinna sér mjög hratt mikinn veikindarétt og svo framvegis en já, ég veist, ég er ekki alveg að kaupa þetta með kulnunina en það er samt eitt viðbótar sem ég ætla að segja því ég er að lesa alveg rosalega áhugaverða góða bók sem ég mæli með fyrir þig og alla sem heitir We Have Never Been Woke til bandarískan fræðimann þar sem að mér finnst hann svona vera að greina þetta best af því sem ég hef svona hlustað á og lesið en þar hann nefnd að tala því þú veist að segja að það verður millistjórnendurnir sem verður helst að fara í kulnunina þar hann nefnd að tala það að sem hann kallar svona social capitalists fólk sem er ekki raunverulega kapitalistar, ekki atvinnutækin en eru svona fagmentastéttirnar, professional managerial classes, að þau eiga þetta social capital og það þeim mjög dýrmætt og þau eru rosalega fixirð á að viðhalda því og helst auka það og það gerir það að verkum, þetta oft fólk sem hefur farið, þú veist, beinu brautina, verið duglegt í skóla og er mjög svona upptekið af því að signalera það sé svona hlýðið og gott og standi sér vel í vinnunni og það ofta að taka á sig bara aukna ábyrgð, það að vinna langa vinnudaga, það að signalera til
til annara og til sín sjálfs að þau séu alveg rosalega dugleg og þetta oft það sem að ýtir þessu fólki bara inn í einmitt mögulegt svona kulnunar ástand. Það gerir þau óhamingjusamari, það gerir þau þunglynd og kvíðin og mögulega einmitt kveikir einhverju svona börnáti. Vegna þess að þarna eru þau orðin í svona þessari svona lífskjara keppni fámenntastéttanna að sýna að þau séu best og klárust og duglegust, orðin sín eigin verstu óvinir. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, þetta líka sko, ég gerði pistil sem að hét einfaldlega kvennafrídagurinn della. Þar sem ég var einmitt að fjalla þetta, þessa svona menningarlegu gjá, sérstaklega erlends vinnuafl sem að var einhvern veginn alltaf að kasta kveðju og það klikkuði ekki einmitt, það var konur og kvár. Ég held að það hafi verið 24 manneski sem voru kvár eða eitthvað á vinnumarkaði en þau klikkuðu ekki. Það var að segja konur og kvár. Og það svo sem sitjum í hverjum hvað manni finnstu það. En ég aftur á móti einmitt var að fjalla þessa menningarlegu gjá, það sem einmitt Agnieszka og Olga. Og það einhvern veginn eru kannski fá frí úr vinnunni, geta farið þannig úr hreingerningunum, fá einn frídag eða mæta eftir hádegi eða hvernig sem það Og þetta eitthvað nota sem svona félagslegt barefli kvennabaráttunnar. En svo aftur á móti að þegar það kemur að því sko að fara í botnlausu bublunar, að þá allt í einu ekki pláss í lyftinu upp á Kjarval. Það eitthvað sem að var stakk mig út, eða ég bara svona sá það alveg í gegnum þetta. Ég bara mjög sammála og ég hef á vettvangi Alþýðusambandsins haldið uppi mjög harðri gagnrýni á það hvernig svona kvennabaráttan háð. Einmitt fókus á alls konar hluti sem að skipta á endanum samt engu máli fyrir konurnar í lægstu stöðunum á vinnumarkaði sem eru verkakonur, bæði íslenskar og aðfluttar og svo auðvitað til ég mjög gagnrýnivert við þetta kvennafrídaginn / kvennaverkfallið og svo þetta kvennaár sem í gangi núna, kvennaárið 2025. Þessi mikla og innilega samvinna við konur í atvinnurekstri þá af hálfu verkalýðshreyfingarinnar. Fyrir mér þá stenst þetta enga skoðun. Ef þú skoðar til dæmis fyrir kvennaár 2025.is þessa official síðu þessa árs sem að við öll núna að vera að fagna, þá sérðu þáttakendurnar og það Alþýðusamdi og það BSB og það BHM og það hinur og þessir. En svo FKA félag kvenna í atvinnurekstri. Ég held að félag kvenna í atvinnurekstri sé bókstaflega með skrifstofu hjá samtökum atvinnulífsins og ef þú skoðar svo inn á vefsíðu FKA hverjir eru meðlimir, þá þetta sko upper echelon íslensks kapitalista. Þetta eru bara stjórarnir úr bönkunum og olíufyrirtækjunum og ræstingafyrirtækjunum. Svo það kom mér svolítið óvart og mér fannst það svona pingu fyndi og segja mikið svona hvað tengslamyndun og tengslanet skiptir fólk miklu máli, að þarna inni í félaginu í atvinnurekstri þá líka mjög mikið að konum sem háum stöðum hjá henni opinbera. Ég sagði, má þetta? Mér finnst þetta mjög skrítið og mér finnst þetta grafa mjög undan mitt svona hinn svona kapitalíska anda. En þú veist, hvernig á til dæmis þessu Alþýðusambandi að geta réttlætt það að vera í einhver svona samvinnu einhverja vitundarvakningu hvað með þessum konum, hvað vitundarvakningun? Hún þá einmitt það að það sé mögulega einhver auka hæð á Kjarval þar sem bara kallarnir megi fá að fara en ekki þessar konur, eða snýst baráttu Alþýðusambandsins konurnar sem að, eins og ég segi, eru bara þarna spólandi á glergólfinu, það ekkert glerþak, aftur á móti glergólf sem að þær eru á og þær sjá niður í gegnum glergólfi hvað örlög bíða þeirra einmitt ef þær fara á örorku, get ekki unnið ógeðslega mikið eins og þær gera og þannig eru þær að paufast áfram frá einum mánaðamótum til annara, mögulega að borga 70% af sínum ráðstöfunartekjum til leigusala í þeirri stöðu að geta ekki almennilega sér fyrir sér og börnunum sínum. Hvernig óskopunum hægt að stilla því upp að þessar konur og konurnar í FKA eigi eitthvað sameiginlegt í einhverju kvennabaráttu. Hvað snýst kvennabaráttu Sérstaklega á vorum dögum þar sem að nú eigum við alltaf að segja konur og kvár. Þannig að það snýst þessi baráttu það að við séum með samskonar æxlunarfæri. Það sé bara nóg að segja bara þú og ég, við erum konur af því við erum með eins æxlunarfæri. Eða kvennabaráttan mögulega eitthvað dýpra og meira og þarf þá mögulega bara að segja, heyrðu, kvennabarátta
láglauna verkakvenna hlýtur fyrst og fremst að snúast efnahagslegt réttlæti vegna þess að það það vandamál sem er veiga mest í þeirra lífi og heldur mest aftur þeim, meðan að kvenna barátta efri millistéttar og efri stéttar kvenna snýst það einmitt að þú veist það sé ekki nógu mikið af þeim í stjórnum fyrirtækina sem þær telja sig á heimtinga á að vera. Telur þú að skjóta skökku við að við tölum konur og kvár? Bara fólk má bara alveg gera það ef það vill. Við í Eflingu við bjóðum upp á skráningu þegar fólk skráði sig og svo við séum, ég veit ekki hvort við erum lengur eina félagi sem gerir það en við vorum alveg báttið fyrsta félagi sem gerir það, þannig að þú getur skráð þig karl, konu eða kvár eða kyn hlutlaust, en það snýst þetta ekki það fyrir mér. Þetta snýst það hvar við setjum fókusin okkar, þú veist, einmitt, erum við að dygða flagga og láta þetta snúast það að við getum bara öll verið eitthvað að dúllast saman í einni hrúgu eða erum við í alvöru baráttu? Ég vil vera í alvöru baráttu og af því að ég vil vera í alvöru baráttu þá get ég til dæmis ekki skrifað upp á það að barátta konunnar sem að vinnur við að ræsta bankans í sama baráttu og bankastjórans. Nema þá að við séum komin á þessa píkupólitík sem ég hef alltaf fyrirlitið og fyrirlit enn meira í dag en ég gerði þegar ég fattaði fyrsta í fyrirleitana. Það sem að einmitt ég og Margaret Thatcher eigum að vera hvað bestu vinir út af því að við fórum báðar á túr og eignuðumst börn. Hvað bull þetta eiginlega? Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Ok, þá ætla ég að snúa þessu haus, sko. Ég ætla að setja með þessi stellingar fyrir það sem að fólk myndi, sem svona, já, ósammálaðir allavega þetta. Að sko, nú stendur þú náttúrulega öxlum þeirra sem að hafa háð þessa baráttu. Við sjáum að all svona samfélagslegar breytingar og í jákvæða átt hafa verið bundnar við það eru konur, kvár, transfólk, samkynhneigðir, þeldögt fólk og aðrir sem hafa barist fyrir sínum kjörum einmitt með því að vera í ákveðinni samstöðu. Þú hérna hoppar á milli hægri podcasta og drullar yfir alla sem að hafa verið í einhverju skona baráttu og segir bara, já, ég var bara til úr engu. Þú verður að horfa á það að þú náttúrulega að stíga á axlir þeirra sem að voru undan. Sojourner Truth sagði Ain't I a Woman og hún var Ég hef ekki sjálf sagt það á misstjórnarfundi þegar mér var mjög misboðið vegna framkomunar við mig. Já, nákvæmlega, og ég meina þú, en samt ertu hérna töðandi yfir því að woke sé einhvern veginn að halda aftur af baráttunni, en þú ert í rauninni bara að eyðileggja baráttuna og hoppar á milli hægri podcasta, talar það að þú ætlir að fara vinna, þetta náttúrulega bara allt della út af því að þú verður að gera grein fyrir því að ef að þetta eitthvað sem fellur, þá transfólk næst og þá samkynhneigðir næstir og það leiðir allt niður í þá sem minnst mega sín og að fara að berjast fyrir sínum launakjörum að lokum. Þú verður að gera grein fyrir því að þetta eitthvað sem þetta bara snýst bara að vera næs. Wokeið snýst að vera næs út af því að þegar að þú ert að vera næs og ert að berjast í þeirri baráttu sem þetta fólk þá ertu að berjast á þeim grunni sem var lagður áður en að þú komst hingað. Sko, í fyrsta lagi snýst wokeið ekki að vera næs, wokeið snýst frekar að vera bara frekar ónæs. Barátta í sjálfu sér getur heldur aldrei eitthvað snúist það sérstaklega að vera næs. Þegar þú ert aftur á móti sameinuð í baráttu eitthvað með fólki, þá viltu vera næs við það fólk og vonandi það fólk næs við þig. Ég hef aldrei sagt að ég kæmi úr engu, ég hef alltaf verið mjög og opinská með það bara hver minn svona pólitíski bakgrunnur uppeldi og svo framvegis og ég hef bara oft sagt bæði í grín og alvöru, ég hef bara verið heila þegið kommunista barn. Og að það hafi ég hafi bara verið í mjög markvissri heimaskólinn hjá foreldrum mínum frá því að ég bara vart eftir mér og það var einmitt lögð mikil áhersla á það að útskýra fyrir mér að baráttan kæmi einmitt ekki úr engum heldur væri hún Kemur hún neðan? Kæmi að neðan ef hún væri baráttu sem við ætluðum að trúa á og styðja og helst taka þátt í. Mannréttinda barátta sem að háð hefur verið, það ekki að sama og svo woke barátta sem í gangi núna. Mannréttinda barátta sem að háð hefur verið hefur einmitt oft á tíðum
snúist að reyna að fá sem flesta til liðs við sig vegna þess að fólk sem hefur þá verið í framvarðasveitarbaráttu hefur einmitt skilið að það exklúdera stóra hópa vegna þess að þeir séu ekki rétt útgáfa af fólki ekki mjög gagnlegt. Sjáum til dæmis Martin Luther King, hann var einmitt mjög upptekinn af því að exklúdera fólk ekki. Ég las nýverið frábæra nýja ævisögu hans og eftir að hafa lesið hana þá skipti ég alveg skoðun. Ég hafði alltaf verið meira svona Malcolm X-skella en nú ég miklu meira Martin Luther King vegna þess að það var svo merkilegt að sjá hversu glæsilega hann reyndi að takast á við þetta vandamál sem hann var svo mjög mikið gagnrýndur fyrir að vilja leyfa hvítu fólki líka að vera með í baráttu svartra þarna. En þetta auðvitað löng og flókin saga. En barátta Vóksins eins og við höfum séðana núna síðustu ár og síðustu svona stuttu áratugi barátta fólk sem að sjálft ekkert endilega og oft á tíðum alls ekki neitt jaðarsett eða exklúdera. Þetta barátta fólks sem að hefur oft mjög hátt menntunarstig, hefur aðgang að störfum í samhengi við það menntunarstig sem það hefur, tilheyrir oft fjölskyldum þar sem að bara ágætis ástand á félagslegu og efnahagslegu kapítali og þetta ekki barátta sem að kemur að neðan, þetta ekki barátta sem að rís upp úr einhverju miklu grasrótar starfi undir settra eða fátækra eða kúara, heldur þetta yfirleitt barátta sem að sprettur innan úr hópum sem að einhverju leyti ágætlega staðsettir og ég tel að hversu mikinn árangur þessi Vogue-barátta hefur náði að fá samfélagi til þess að svona viðurkenna Vogue-gildin sem hinn réttu gildi sé sönnun á því að þetta miklu leyti barátta sem að kemur frá fólki sem að hefur þegar bara ágætan status í samfélaginu vegna þess að það yfirleitt ekki þannig fyrir raunverulega marginalisirað fólk, kúað fólk, efnahagslega jaðarsett fólk að það geti á svona stuttum tíma náð svo miklum árangri að þeirra svona stemning nái að permeata bara allt eins og við sjáum núna. Ég meina Vogue hefur til dæmis það mikinn aðgang inn í sali valdsins að í einhverri áætlun stjórnvalda sem ég man ekki akkurat núna hvað heitir, einhver svona áætlun kynja eitthvað jafnrétti. Það til dæmis eitt liður sem snýr að því að þau neyða alla kjörna fulltrúa í eitthvað mandatory kynjafræði þjálfun. Þetta ótrúlegt. Af hverju erum við ekki að neyða alla kjörna fulltrúa í mandatory þjálfun á því hvaða þýðir að vera láglaunamanneskja? Af hverju erum við ekki að neyða alla kjörna fulltrúa í mandatory þjálfun á því hvaða þýðir að vera aðflutt manneskja í láglaunastörf á íslensku vinnumarkaði? Þetta segir okkur mjög mikið það með hvaða status þetta hefur. Og það líka vegna þess að einhverju leyti ferð það að vera svona tilheyra einhverjum svona hópi sem þú getur sagt að sé kúaður fer líka að vera bara verðmætt í sjálfu sér og það finnst mér við til dæmis sjá inn í þessari svona mainstreams feminísku baráttu. Það fer að verða verðmætt í sjálfu sér að geta svona signalera með mjög skýrum hætti, þú veist, já, ég kona sem að hef upplifað það að það var talað niður til mín eða eitthvað. En veistu það bara fullt af fólki, líka mönnum, sérstaklega fólki sem að tilheyri verka og lánastétt sem hefur bara upplifað það og upplifað á hverjum einsta degi þessi tala niður til þeirra og það ekki vegna þess að þessi kallaða kona heldur það vegna þess að það til dæmis vinnu við ræstingar eða vinnu við afgreiðslu eða vinnu við að dæla bensíni eða móka snjó eða tæma rusla eitthvað svoleiðis. Þannig að, já, þú veist, það að exklúdera baráttu verka og láglaunafólksverka og láglaunakvenna og stíma svona markvisst á þetta Vogue samfélagið og svona skoða hvað það hefur náð miklum árangri finnst mér vera nokkuð svona borðleggjandi sönnun á því að á endanum þetta alls ekki barátta jaðarsettra eða kúara, heldur barátta menntaðrar millistéttar fyrir auknu sósíal kapítali og þar hafa bara næstu því öll tiltæk ráð verið notuð til þess að advansera þessu agenda. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun.
farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, ég nefnilega sko hérna ég er búin að vera að tala gegn Vókinu allavega síðan 2018 og sagt bara að þetta verði sérstaklega eftir hérna ég var í skóla í Bandaríkjunum sko þar sem ég sá þetta og upplifði þetta á eigin skinni. Þetta er hérna sjálfsupplifun eins og það er sagt í Bandaríkjunum. Hérna, ég gerði bara ráð fyrir því að þetta myndi koma til Íslands og þetta myndi valda miklu skaða og gerði þarna og ég hef oft verið sko að pæli út frá svona stjórnmálum svo kannski færum okkur aðeins þangað en hún allir með sér eins og ég var að nefna áðan engin vinstri stjórnmálflokkur á þingi sem að ég sem frjálshyggjumaður bara fagna því en aftur á móti þá hefur samt líka verið hliðarafurð af þessu að flokkar eins og AfD, Reform UK Svíþjóðdemókratar þó svo þeir séu ekki jafn miklu flugi og þessir PVF í hérna Hollandi, Geert Wilders og það eru flokkar sem hafa sko áreynslulaust út frá svona pólitísku sjónarmiði tekist að afla rosalegs fylgi ekki út að þeir eru með frábærar efnahagslegar hugmyndir í samvændi við hægrið ekki út af því að þeir eru með einhverja rosa djúpa rætur svona menningarlega og svona þjóðrænir snýst bara það að vera andsnúin Vókinu og þá ertu bara komið einhver 30%. Akkurat. Og ég hef alltaf verið að hugsa þetta sko út frá svona leikjafræði vinstrisinns og ég gefi þeim nú bara eða ykkur ákveðin hérna ráð að bara ég skil ekki hvernig þú gerir ráð fyrir því að þetta minn einhvern veginn enda öðruvísi. Trump er náttúrulega stærsta breytan örugglega í þessu öllu. Trump vann bara á þessu. Ég fór hérna til Pennsylvania þar sem að ég fór á kosningafund hans. Ég sko 60% því sem hann var að tala um var bara hérna sjáu þið hvað þetta vókliði bilað og bara mókaði fylgi. Ég bara er sammála þessu að ástæðan fyrir mikilli fylgisaukningu þessara hægriflokka er einmitt andstaða oft á tíðum verkafólks við þessa svona regluvæðingu og þessa svona búrókratísku nálgun á mannlegt samfélag þar sem að þú einhvern veginn átt að kunna hérna 10 boðorð menntuðu millistéttarinnar það hvað þú átt að segja og ekki ef þú gerir ekki þá getur einmitt fokkað þér og ert bara í einhverju basket of deplorables eins og Hillary Clinton kallaði Trump kjósendur þannig að þegar hún rættar hún tapaði og niðurlaðist í mannkynssögunni fyrir að hafa tapað fyrir fucking Donald Trump sem að þá var bara eitthvað svona í þeim stæðar en já, hvað ætlar vinstri að gera í þessu? Ætlar vinstri að halda áfram að garga og gagga á verka og lálunafólk sem að færa þessum hægri flokkum atkvæði sitt og kalla þau bara nasista og fasista og basket of deplorables og hyski og aumingja eða ætlar vinstri að staldra við og endurmeta stöðuna og reyna að skilja hvers vegna fólki svona uppsigað við þessi fyrirbæri og reyna að skilja hvaða stöðu verka og lálunafólk í á Vesturlöndum og ef að fólk tilbúið til að gera það þá held ég að það sé hægt að opna á einhverja svona skynsamlega skoðun og nálgun. Það er ekkert heimskulegra og leiðinlegra finnst mér heldur en fullorðið fólk sem er bara fast í einhverju svona dogma og heldur bara áfram að gagga sama hlutum bara ár eftir ár eftir ár. Það er eitthvað svona arrested development. Já, þú vilt að heimurinn sé einhvern veginn og þú þolir ekki að fólk sé ósammála þér en það er ekki pólitík að halda bara áfram að þau það. Pólitík þá að hugsa ok, já, ég meina fólk þarna ósammála mér, ég ósammála þeim en hver ástæðan fyrir þessu get ég unnið með þetta get ég fært fólki, þú veist, góðan uppbygglan boðskap sem að einmitt fer ekki inn í eitthvað svona hatur og eitthvað svona útlendingabeiting sko eins og Trump og þetta fólk náttúrulega að gera og eins og því miður virðist meiga núna gera hér þú veist að til dæmis eins og Snorri Másson að gera sem að mér finnst leðilegt út að mér finnst hann ofta alveg fyndinn og skemmtilegur að þú veist fara eitthvað að væla yfir því að þú getur ekki tala íslensku í bakari og fara taka svona út á manneskjunni sko sjálfri það er svona signalar til fólks að þetta sé í lagi þetta er ekki góð nálgun hugsum frekar þú veist það sem að skiptir fólk máli sem einmitt bara góð efnahagsleg lífskjör það að vera ekki að sjá statusinn sinn versna og versna það að horfa ekki að húsa býtu mamma og pappi gáttu keypt sér hús pappi var verkamaður mamma vann í skóla hvernig gáttu þau keypt sér hús meðan ég fastur á leigumarkaði verð alla mína ævi allt þetta og
hvernig getum við á vinstrinu ekki einmitt tekið þátt í því að vera að skipta fólki upp í alla þessa hópa. Þú veist, hvernig getum við tekið þátt í því að reyna að stoppa þessa andúð sem að hvítt marginaliserað verkafólk finnur til þegar að það upplifar að það sé verið að færa innflytjendum eða flóttafólki eitthvað ókeypis. Við eigum að geta gert þetta og ég held að þetta sé ekkert sérstaklega flókið en við bara þurfum að vilja að geta gert þetta. Við þurfum að vilja hlusta, við þurfum að hætta að vera svona ógeðslega dómhörð og leiðinleg og merkileg með okkur, koma niður úr þessum asnalega turni sem að vinstri búið að tróða sér einhvern veginn inn í, þar sem að allt snýst að vera bara nógu flott í speilmyndinni og vera einhvern veginn nógu sannfærð það að þú sért góð stúlka þegar þú ferð að sofa og þú sért jafn góð þegar þú vaknar á morgnana. Já, það er ýmislegt hægt að gera. Það er ýmislegt að gera. Allavega þurfum við, ég er ekki þarna. Þetta fólk þarf að hætta að vera svona dogmatist og dómhart og leiðinlegt. Já, það er allavega... Og líka bara, ég vinn mjög mikið með aðflutt fólki. Meiri 60% eflingafélag eru innflytjendur. Í stjórn, samninganefnd, trúnaðarráði er mjög mikið aðflutt fólki. Og þetta fólk hefur líka bara alls konar skoðanir. Þetta er líka rosalegur hroki sem er fólkin í því hjá hvítu millstættar Íslendingunum, mentuðu að segja bara eitthvað, já, auðvitað útlendingarnir, við þurfum að vera góð við þau öll. Umgangast þau innflytjendur, umgangast þau aðflutt verkafólk, vita þau bregulegt eitthvað það hvað skoðanir þetta fólk hefur á lífinu og tilverunni. Halda þau að þetta sé eitthvað einsleitur hópur, nei, þetta er ekki einsleitur hópur. Það er alls konar skoðanir, alls konar fólk, þú veist. Hvernig dirfast þau að ætla eitthvað að láta eins og þau viti eitthvað það hvað hugsanir og langanir og tilfinningar berjast inn í þessu fólki. Þetta er pólitískt barefli sko, það er málið. Þá ég fekk mikið spurningum og mjög áhugavert út af því að núna náttúrulega Halla Gunnarsdóttir drapaði þessu niður í sambandi við útlendingaumræðuna, aðalega hælisleitendumræðuna. Hún grautaði nú bara öllu saman. Já, sem að reyndar oft er gert sko og það sem að eins og segi, það er ákveðin óttablendin virðing. Það er ótrúlega, þú veist, það er þægilegt náttúrulega sko, þú veist, nú er ég cis-heteronormatífur, ófattlega hvítur kall sem að er rosalega náttúrulega vondur sko, sem er alveg eðlilegt og ég er frjálshyggjumaður líka og ég tel að... Það er kannski það eina vonda við þig. Já. Það er ekkert slæmt að vera hvítur kallmaður. Það er ekkert slæmt í sjálfu sér og ég meina einmitt þessi svona einhver ótrúlegur svona andstyggilegur svona feminismi að vera bara fyrirfram búin að vera að segja að 50% mannkyn séu bara eitthvað svona verri. Ég meina hvað svona bull er þetta? Var þetta ekki einmitt það sem að við hötuðum við feðraveldi? Að konur væri einhvern veginn inherently heimskari og lélegri af því að eitthvað glætan ég ætla að taka þátt í þessu og segja bara eitthvað, já strákar þið eru inherently verri en ég af því að þú veist þið eru strákar. Skrimsli sem þú sagðist að vera berjast fyrir. Og þetta þusum eitra kallmennsku kvalíkar það. Akkur myndur þú vilja tala svona við unga drengi. Af hverju? Akkur ekki frekar þá að fókusa á það sem er jákvætt við það að vera kallmaður, sem er jákvætt við einhverja svona kallmennsku hugmyndir, eins og það að vera úrræðagóður og mögulega svolítið svona sterkur, duglegur, geta gert við hluti, leyst hluti. Akkur ekki frekar að fókusar á þessa jákvæða hluti, heldur nú alltaf að rölum einhver eitra kallmennsku og með því vera svona að signalera basically sjöngtun allir kallmenn, þú veist, nauðgarar eða nýðingar. Hvað bull er þetta? Þetta er nefnilega sko, og þetta, núna erum við komin á mjög skemmtilegan kjarna sem ég var að nefna á en þessa óttablendu virðingu og ég held ég sem hún að gera mig grein fyrir því sko þetta því að það er miklu þægilegra og ég sé þetta alveg sko á samfélagsmiðlum og annar staðar að þú veist, þú ert með kannski einhver 3-piece douchebag á Arnarnesinu sem er að tala það að hann vil líka þessi eitru kallmennska og þá er hann einhvern veginn, þú veist, þá er Arna Magna Danks og Halla Gunnarsdóttir og Sólveig Tómasdóttir mættar til að svona drulla yfir hann sko, en þannig ert þú sem ert búin að vera stór breyta undanfara á vinstrinu að segja þetta líka og í stað þess að mynda takast á við það, þá er þið bara ekki svarað. Og ég sé aldrei neitt það sem að þú ert að segja nema einhver svona einstaka sinnu þegar hann er mjög hátt í umræðinni að þá ert þú skilur út af því að það er ekki hægt að kalla þig útlendingahatara, það er ekki hægt að kalla þig hægri manneskju, það er ekki hægt að vera að kalla þig einhver svona sérhagsmunagæsludæmi þannig að þaðan kemur einmitt þessi óttablenda virðing og þess vegna sérstaklega til dæmis þegar þú mætir á rauðaborðið þá finnum maður alveg áþreifanlega að það er svona óþæginda tilfinning í mörgum sem að, og ég vona að þú sett ekki að taka svo illa og það ég er líka bara skítstressaður hérna eins og þú sér en þetta er samt fyrirbæri sem ég held að sé mjög áhugaverð því að þú veist núna til dæmis tel ég að ef ég væri þú að þá myndi ég vera íhuga að vera að fara í stjórnmál og ég held reyndar að þú sért að fara í stjórnmál
og sko þess vegna langar maður að setja eina spurningu fram sem að svona vinklar inn í margar af þeim breytum sem að við erum búin að vera að tala og að reynd sem spyr hérna, nú hafa öll vinstri framboð í Íslandi verið nánast eins undanfarið, woke og með menta elitu fnik af sér sem þú ert búin að koma inn á. Sér Sólveig fram á að vinstri taki breytingum í framtíðinni, leiti aftur í rætuna til þjóðernis sinnaðs fólk sem vinstri sinnað og hafi loksins flokk sem að tala sinni röddu. Og þú ert búin að tala svona beggja megin, sko. Þú ert búin að tala það að það svona einhver þjóðerniskend, en hún megi aftur á móti ekki vera þannig að eins og Snorri Másson talar það að það megi ekki vera þannig að við sem eitthvað tala illa fólk sem talar ekki íslensku í bakaríum. En ef þú mynda flokk, hvernig myndirðu lenda þessum? Okay. Sko, ég myndi aldrei sjálf segja að ég aðhylltist einhverja þjóðerniskend og mér hefur oft þótt einmitt þjóðernispólitíkin svona vera svona álíka heimskuleg og innihaldsrýr og einmitt þessi fyrrnefnda píkupólitík. Það snýst bara að svona vera með eitthvað svona eitt sem sameinar, já við fættumst öll á sama landi, þess vegna erum við rosa glöð með eins fána. Þetta er ekki alveg pólitík, þetta er svo cheap, það er ekkert þarna. En ég elska Ísland og ég elska íslenska náttúru og ég er alin upp á fólki sem var mjög upptekið af einmitt íslenskri náttúru og íslenskri menningu og mér þykir auðvitað leiðinlegt að hugsa til þess að okkur gangi mjög illa að halda til dæmis tungumálinu lifandi og ég sé satt best að segja ekki fram á hvernig okkur bara eiginlega að takast það. Ég held að því miður sé bara það skip svolítið siglt. En það sem ég er að segja með íslenskunum þetta bara ekki vera að taka þetta út á einhverju verkafólki sem að kemur hérna vegna þess að við búum inn í kerfi frjáls flæðis vinnuafls og fólk er sent á milli landa til að eltast einhverju láglauna vinnu vegna þess að Evrópusambandið vill halda atvinnuleysi há í vissum löndum til þess að geta flætt vinnuafl yfir í önnur lönd. Fólki sjálft ber enga ábyrgð á þessu, það er það sem ég er að segja. Við eigum að geta barist fyrir verndun þjóðtungunar og þess að taka það út af einhverju verkakonu eða verkamanni í bakaríi. Sko, ef að ég væri í pólitík, annar en... Ertu ekki í pólitík? Jú, auðvitað, ég ætla að segja það. Ef ég væri í pólitík, annar en þessi svona stéttabaráttu pólitík sem ég er í og ég væri að fara að stofna flokk eða væri eitthvað að fara að reyna að smala fólki saman, þá myndi ég reyna bara að byggja á þeim vinnubrögðum sem að við í Eflingu höfum aðhafst. Það sem að við setjum okkur einföld markmið sem að við teljum að við getum náð, auðvitað setjum að markið hátt og maður veit að maður er aldrei að fara að ná öllu, en við útskýrum það líka alltaf mjög vel fyrir fólkinu sem er með okkur í samningarnefndunum. Við gerum það sem að Jane McAlevey talar sem er svona inoculera, við erum búin að fara í gegnum að við erum ekki að fara að umbreyta íslensku samfélagi í einum kjarasamningum, við erum ekki að fara að byggja Breiðholtið í einum kjarasamningum, þau sem að halda því fram með að trúa því að það sé hægt eru bara einfaldningar og eiga ekki að vera að dinglast í pólitík. Við bara inklúdurum alla, svo lengi sem þú vilt koma og vinna með og ertu sína hollustu við verkefni og ertu velkomin. Og þeir eru svona þröskuldar sem að koma og eru til staðar, við finnum leiðir saman til þess að finna út úr þeim. Og þá er ég auðvitað að tala tungumála þröskuldin fyrst og fremst. Við erum góð og hress og skemmtileg, við erum ekki vælu plattform, við erum ekki að halda fundi þar sem að fólk er að koma í pontu til þess að segja hvað eigi bátt eða hvað allt sé ömurlegt. Við þurfum ekki að vera þar, við erum að tala um það hvernig við ætlum að berjast, við erum að tala um uppbyggilega hluti og við erum að finna leiðir fyrir okkur öll til þess að geta unnið að þessum sigurum. Við skiptum ekki upp í hópa, við erum aldrei með eitt unglega vettvang, við erum ekki með eitthvað svona Efling ung og við tökum ekki þátt í fyrirbærum eins og ASI ung vegna þess að við lítum svo á að það sé nógu margt í samfélaginu sem að snúist að splundra okkur, þannig að við sjálfa ætlum ekki að gera það, við viljum bara vinna þétt saman, þannig að ungir, gamlir, kallar, konur, útlendingar, innflytjendur, vinnum bara öll saman og ég held að þetta sé gæfulegasta nálgunin fyrir fólk sem að myndi vilja byggja upp öflugt vinstri sem að gæti unnið mögulega einhverja pólitíska sigra. Það væri að búa til pláss fyrir fleiri en bara menntuðu millistéttina, búa til pláss fyrir fólk sem að er mögulega ekki með fullkomnar æðislega smart skoðanir á öllu, mögulega stundum er kannski bara að fara að segja eitthvað sem að þú ert svona pingur það var kannski ekki alveg flott á stað, mögulega segir óviðeigandi brandara. Við finnum út úr því. Ef einhver segir óviðeigandi brandara þá kannski bara hlæjum við ekki að honum en við förum ekki að setjum á stað einhverja spænskan rannsóknarrétt til þess að fá þennan mann til þess að
þú veist, húðstrykja sjálfan sem að beðast afsökunar hafa sagt hann óviðandi brandara. Þú veist, við getum opererað með fólki með alls konar bakgrunn og við erum líka með bara svolítið þessa svona working class nálgun sem að ég bara er mjög hrifin af. En sem þetta, þú veist, ver ekki of fullkomin, ver ekki of fáuð, ver ekki of perfect, skilurðu, geta haft gaman að hlutunum, geta hlegið saman, geta tekið lífinu létt. Það þarf að vera gaman, sko. Það þarf að vera gaman og þú veist, þú getur ekki verið að bjóða fólki að koma og taka þátt í baráttunni ef að þá svo bara sita og kinka kolli, klappa, mögulega borða eina samlók og fara. Þú veist, þetta ég veit það ekki, skilur. Ég hef aldrei komið að því að byggja upp eitthvað svona pólitískt starf. Ég var auðvitað í sósíalistaflokknum, ég var hrakin það burtið mitt af fólki. Það var svo gaman að fylgjast með þeim. Gat ekki þola það að ég væri ósammála þeim eitthvað, jafnvel þó ég væri eflaust meira sammála þeim margt. En ég veit allan að þetta virka mjög vel hjá okkur í Eflingu. Þetta er svona rosalega agað en samt rosalega laid back andrúmsloft. Mjög öguð, þar sem við þurfum að vera öguð og mjög mikil hotlusta gagnvart verkefninu en svo erum við líka mjög laid back og mjög slök. Efling er fyrir öll. Það er tökulum newspeak. Efling er fyrir öll, já. Mér finnst alltaf að segja öll. Mér finnst það óþolandi. Sumt finnst mér alveg óþolandi en mér finnst alltaf að segja öll. Það er bara meðvirk. Mér finnst mest óþolandi. Ég heyri á þér út mjög meðvirk. Nei, ég er kannski alveg svolítið meðvirk. En mér finnst til dæmis þegar maður eitthvað svona konur eru líka kallar eða eitthvað. Kallar eru líka konur eða eitthvað. Þetta er bara, Nei, kallar eru líka menn. Já, konur eru líka menn. Já, við höfum að segja það, konur eru líka menn. Konu, ég er bara kona. Ég er mannkyn, ég er manneskja. En, já. Þetta er líka þetta er önnur umræða. Já, þetta er önnur umræða. Hérna önnur spurning. Sko, svaraðu, ég segi, þetta eru 2 spurningar. Ég vil aðalega fá svara við síðari sem að mér finnst áhugaverðari. Styður þú nýja stjórn Sósíalistaflokksins en svona, hver er afstaðin til Gunnars Smára og svona hvernig hann hefur verið að athafnast? Þá vil ég sérstaklega í samhengi við þessa óttablendu tilfinningu. Virðingu segja. Já, Sko, ég skal fyrst svara fyrir spurningun og svo ertu kannski að útskýra aðeins hvað meinar með þeirri seinni. Er þetta fólk að senda inn svona á netinu? Ok, gaman. Mér þótti mjög leitt mér bráð þegar ég áttaði mig á því að það voru einstaklingar í svona framvarðasveit Sósíalistaflokksins sem að einhvern veginn litu á mig sem nasista og níðing. Mér brá mjög mikið. Og ég hugsaði með mér nokkra daga og einhvern tíma hugsaði bara þetta er bara eitthvað rugl, sko. Ég ætla ekki bara að þröngva mér upp á þetta fólk. Og mér fannst þetta líka leiðilegt vegna þess að ég hafiði stutt Sönnu í bara öllu. Það var ég sem að talaði við hana þegar hún 2018 þegar hún gekk svo í flokkinn. Því ég hafði kynnst henni gegnum Róttæka Sumarháskólann og mér þótti vænt hana og þykir enn og ber enn mikla virðingu fyrir henni. Mér fannst mjög leiðilegt að sjá að hún hafði engan áhuga og hefur ekki ennþá sýnt hann áhuga að reyna að verja mig fyrir árásum þessara brjálæðinga sem að sumir hverjir eru hennar helstu stuðningsmenn. Ég á líka félaga og vini í þessari nýju stjórn Sósíalistaflokksins. Fólk eins og minn ágæti félagi Sæþór sem er í stjórn félagsins sem er þarna. En við reynum að tala bara eflingarstarfið okkar og erum ekki að blanda þessu saman af því að það eru þetta fólk stjórn eflingar sem hefur engan áhuga á þessu og hefur engan aðkoma að þessu. Þannig að við þurfum að reyna að vera með svolítið svona skýr merki þarna á milli. Og ég óska þessu fólki öllu bara mikils velfarnaðar í sínu starfi. Bæði henni Sönnu sem mér þykir vænt og mér finnst hún hafa staðið sig að mörgu leyti mjög vel og líka félögum mínum sem að hafa fram í þennan miklu glæpa að yfirtaka flokkinn. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Já, það er ágætilega svara. En það var það með seinni spurningan. Þegar þú og Gunnar Smári, eins og síðasta viðtalið sem þið tókuð, að þá, bara svona, ég veit ekki hvort að þú upplifað, en ég fann fyrir einhverju svona, því að þið eru 2 svona turnar vinstrisins, eins og maður horfir, það er svona róttaka vinstrisins allavega.
Svandís Svavarsdóttir getur líka ekki sér við setjana, hún tala nú í dag í viðtali að hún taldi að þetta vera svona róttækari vinstri og talaði að ég var sameining og vinstri vegnum allt þetta bla bla. En þegar þið eruð þannig tvö, þá einhver svona smá svona tension sem að ég nem og þú mátt bara taka afstöðu til þess. Já, ég bara sammála, ég upplifði líka í þessu síðasta samtali að það var einhver svona spenna. Mér fannst það líka sjálfri. Og ég held til dæmis að ég og hann sé mjög ósammála vókið. Þú talar það að svona, hann bara vildi ekki horfast í augu við það að vókið væri eitthvað svona akkeri sem að vinstri var að draga eftir sér. Algjörlega. Þannig að kannski það að við erum mjög ósammála það og ég held að hann sé líka oft ósammála því hvernig kannski ég veit það ekki, kannski hann líka ósammála því sem ég hef sagt eins og atvinnuleyfakerfið, ég átta mig ekki alveg á því. Ég hef ekki haft tíma eða tækifæri til þess að fara í eitthvað svona djúpt spjall það við hann, en ég sammála að þetta var svona frekar svona, var einhver tension þarna, Nei, það ekki? Jú. Þetta var ekki bara ég? Nei, ok, gott. Hérna, nú náttúrulega mesti kvenréttinda skörungur og verkalýðs baráttu kona okkar forsætisráðherra. Hvað veistur hana? Það að tala forsætisráðherrann bara núna? Já, Kristrún. Já, hún mikil svona kvenréttinda baráttu kona? Hún í Samfylkingunni og mikill skörungur. Hún mikill skörungur? Ok, ég hef nú ekki orðið sérstaklega vör við það að hún væri eitthvað svona signalera mikið inn í þennan svona mainstreams feminisma, en það getur vel verið að hún sé að gera það, mér hafi bara yfirsést það. Mér finnst hún að mörguleyti ágætt. Mér finnst til dæmis eitthvað sem ég hefði fyrirfram haldið að myndi fara mjög mikið í taugarnar á mér, hvað hún rosalega alvörugefin, því ég svona sjálf ekkit endilega neitt mjög alvörugefin, en ég fíla það. Mér finnst það flott hjá henni að signalera það, ég meina hún í erfiðri stöðu, þú veist, það hvílir mjög mikið á henni, fólk horfir til hennar, hún á að ná miklum árangri, hún alltaf að tala sjálf þannig, hún ætla að ná miklum árangri. Mér finnst það bara flott að sjá hana svona alvörugefna og oft svona bara með þungbúna. Myndir ekki skrifa hana upp á þetta, þú veist bara, ég ætla bara að vinna? Jú, ég held að hún sé bara einmitt þar. Ég kann ágætlega við svona það hvernig hún kemur fram, sem eru þetta mjög svona yfirborðskennt teik hjá mér núna, en það samt betra en ekkert. Það betra en ekkert. Hérna, einn sem að spyr, sem kennari, af hverju hatar þú kennarar og af hverju hatar að kennarar hækki launum? Þetta djók en samt ekki. Ok, mjög gott djók. Ég náttúrulega hata ekki kennara. Ekki það að mér fannst mjög leiðilegt í skóla. Ég ætla ekki að kenna kennurunum samt ég bara kenni sjálfur mér að hafa fundist leiðilegt í skóla. Ástæðan fyrir því að ég talaði gegn þessari 8% innborgun á virðismatskerfi sem að kennararnir fengu var vegna þess að við vorum búin að leggja mjög mikið á okkur til þess að semja vissar hækkanir á almenna markaðnum. Í skiptum fyrir það þá fengum við til dæmis ókeypis skólamáltíðir og svo framvegis ýmislegt fleira. Við í Eflingu og félagar okkar innan Alþýðusambandsfélagana höfðu svo farið áfram til opinberra launagreiðenda og haldið áfram að semja þessar sömu hækkanir. Svo allt í einu gerðist það að það var þarna viss hópur tekin og honum afhentar verulegar umfram hækkanir. Þau að vissu, þú veist, voru í verkfallum og voru með hörði sinni baráttu, en þetta voru samt að mörguleyti alveg gríðarlega furðuleg verkfall. Og ef að ég hefði farið með eflingafólk í verkfall eins og þau voru að gera, það hefði nú allt orðið vitlaus og ég hefði nú bara verið hengt upp í einhvern ljósastaur, skilin þar eftir, þannig að þau komist upp með alveg ótrúlega mikið, en það var ekki þess vegna sem ég var á móti þessum hækkunum, heldur var ég bara á móti því að það væri búið að ná þarna nálgun sem að eins og ég skildi það, allur vinnumarkaðurinn væri meira og minna sammála það var allt troðfullt hjá ríkissáttasemjara í karphúsinu af fulltrúum launamanna á opinbera markaðnum þegar við vorum að ganga frá samningunum á almenna markaðnum. Við vorum ofta að spyrja af hverju allt þetta fólk hérna og þá var það einmitt vegna þess að það átti að reyna að mynda einhverja svona sátt. Og svo það auðvitað mín bjargfasta skoðun að eigi að færa einhverjum hópum í samfélaginu einhverjar umfram hækkanir, þá það auðvitað fólkið á lægstu laununum. Við getum skoðað skýrslur kjaratölfræðinefndar, við getum skoðað kannanir Vörðu sem að framkvæmir stórar kannanir stöðu launafólks
við getum skoðað bara eiginlega öll þau gögn sem við viljum og þá sjáum við að það er hérna viss hópur á íslensku vinnumarkaði sem hefur það verst. Þetta eru láglauna konur yfirleitt sem að búa við mjög skert kjör, andlega og líkamlega erfiðum störfum og ef það er eitthvað svigrúm á íslensku vinnumarkaði fyrir ekstra pening þá er það þessar konur sem eiga að fá þennan ekstra pening. Það er mín afstaða og þess vegna var ég á móti þessari aðferðafræði en það er ekki vegna þess að ég hati kennar. Nei, Þó að ég skilja að fólki hafi sárnað en ég er auðvitað formaður í stærsta félagi verka- og láglaunafólks. Ég er ekki formaður í félagi fólk sem er með menntun eða ekki í þessu til eignast vini. Ég er ekki í þessu til þess að eignast vinnu og svo finnst mér líka eitt kostulegt og maður sér það hjá háskólamenntuðu stéttunum og öðrum. Þeim finnst allt í lagi að tala bara mjög opinskátt það þau til dæmis vilja alls ekki semja krónutöluhækkanir af því að það minnki bilið á milli láglaunafólks og þeirra. Þau með að segja þetta ophátt, þetta má vera þeirra pólisía en þegar við segjum að við viljum fá krónutölur og að við viljum að sjónum sér beint fyrst og fremst á okkar fólki þá er það einhvern veginn mikill glæpur. Já, mér langar endar á kjarasamningum en næst síðasta spurning. Nú hefur þú farið að tala, nú hefur þú talað fyrir leiguþaki, ert þú ekkert smeyk við það þegar þú fer að tala handstýring og leiguverða að það hafi áhrif á framboð, leiguhúsnæðis, talandi fyrir sjálfa mig þá hætti ég að fjárfesta í leiguhúsnæði, ekki vegna þinna orða, heldur vegna þess að Kristrún lét sömu orð út úr sér. Leiguþak, já eða nei? Já, til dæmis núna var ég að skoða niðurstöður nýrrar könnunar HMS sem er gerð í samvinnu við VR Eflingu og Afl starfsgreinafélag þar sem að verið að skoða aðstöðu innflytjenda á húsnæðismarkaði og það er ekki búið að birta þessar niðurstöður þannig ég voni sér ekki eitthvað að tala að mér, það verður nú gert hérna á næstu dögum en þessar niðurstöður sýna fram á það sem við Eflingu auðvitað vitum er að staða aðfluttra á húsnæðismarkaði er bara hrikaleg og þannig erum við að tala leigumarkaði. Fólk er í óöruggu húsnæði, fólk er að borga greiðlega hátt hlutfall sinna tekna í vasa á einhverjum þriðja aðila og svo framvegis. Í ljósi þessarar stöðu og í ljósi þess að verði ekki tekist á við húsnæðismarkaðin og leigumarkaðin þá auðvitað verða kröfur okkar í öllum kjarasamningum miklar hækkanir, þá bara skil ég ekki af hverju íslensk valdastétt, bæði pólitísku og efnahagsleg, áttar sig ekki á því að þarna bara verður að taka til einhverja ráða. Og akkurat núna, þá er hægt að gera tvennt hratt. Það er hægt að takmarka verulega Airbnb, vegna þess að þá byrjum við aðeins að laga þetta mikla misræmi framboðs og eftirspurnar, vegna þess að þarna er markaðurinn augljóslega ekki færum að laga sér sjálfur, allavega ekki með hagsmuni þeirra sem er að nota vöruna, heldur bara þá með hagsmuni þeirra sem að græða á vörunni. Og svo þurfum við að koma inn einhvers konar leigu bremsu, ég veit að þetta leigu þak hljómar verr í augum þeirra sem að vilja fá að græða á því að það sé ekki nægilega mikið byggt hérna, leigu bremsu, líka vegna þess að það er ill og óskynsamleg nýtinga á fjármunum ríkissjóðs að hækka til dæmis eins og gert var í síðustu samningum húsaleigubætur til þess að sjá þær svo bara fara í hækkandi leiguverð. Ég meina frjálshyggju guttar eins og þú og þessi gaur þarna sem var eitthvað að fjárfesta í íbúðarhúsnæði hljóta að geta í það mest að vera sammála þessu. Þannig að það þarf að finna lausn. Það þarf að finna lausn á þessum vanda vegna þess að hér er gríðarlega stór hópur af aðfluttu verkafólki sem að af ýmsum ástæðum getur ekki komist í eigið húsnæði en það þarf samt gott og örugt þak yfir höfuðið en það býr til félagslega ólgu á Íslandi að húsnæðismarkaðurinn sé eins og hann er. Það býr til ólgu sem að mun þá óumflýjanlega meðal annars brjótast út í kjarasamningsviðræðum. Þetta grefur líka bara undan því að það sé hægt með góðu móti að inngilda fólk ef að það er til dæmis það sem að hægri menn vilja gera og hafa áhyggjur af. Vegna þess að manneskja sem að finnur að hún er á endanum ekkert annað en uppspretta arðráns allstaðar, hún er fyrst arðrænt af atvinnurekandanum og svo er hún arðrænt næst af leigusalanum, hún er auðvitað væntanlega ekkert að drepast úr löngun til þess að læra íslensku og verða hér góður og gegn borgari, ég myndi ekki vera það, þannig að það eru bara svo margar ástæður fyrir að takast á við þetta ástand, það þarf að gera margt
en það versta sem við gerum að gera ekki neitt. Við verðum að grípa til einhverja ráðstafana og þetta eru ráðstafanir sem hægt að grípa til hratt og örugglega. Mér langar það að innvinkla út af því að síðasta spurningi minn átti að vera kjarasamninga og ég man ég var ekki orðinn trúnaðarmaður en ég var trúnaðarmaður bara rétt eftir að lífskjarasamningar voru innleiddir og ég sagði við bæði yfirmenn mína sem voru bæði millistöðundur og æðsti yfirmaður, ég sagði þið verið mjög ósátt þetta 3 ár og þau sagði bara, hvað meinarðu, þú veist þetta bara frábæri samningar, við erum að fara styttingu vinnuvikunar, við erum að fara þetta í gegn og þetta í gegn. Ég sagði já, og þá fór ég bara í Excel og ég reiknaði út mun þeirra sem voru til dæmis á mismunandi vaktavinnu og mismunandi til dæmis nætuvaktar ákvæði sem var sett inn þannig að 65% og 75% með helgar og ég sagði bara yfirmenn og bílstjórnir verða mjög ósáttir eftir smá og svo náttúrulega fór BHM upp á afturlappirnar 3 árum síðar út af því að lífskjarasamningarnir voru náttúrulega ákveðin hvað við segja, það var minni gjá á milli lægstlaunuðu og þeirra sem voru í milli stjórnendastöðum en núna náttúrulega er BHM örugglega að fara á afturlappirnar þó svo að kannski forystumæður þeirra er ekki alveg færi sig ekki mikið fram og margir aðrir en aftur á móti þá eru millistjórnendur mjög ósáttir og það verður mjög áhugavert að fylgjast með kjarasamningagerð það sem verður einmitt farið fram á það að þessi gjá muni koma til með að myndast aftur núna er bara sátt það innan þessa kerfis að menntaðir eigi að hafa allt í svona 2-falt hærri laun heldur en aðrir er skynsamlegt að fara í kjarasamningsgerð þegar að þetta er fyrir hendi þú veist, það er ekki búið að leysa þennan ágreining út af því ég hef alltaf verið að hugsa mér finnst baráttan aðalega kjarasamningsgerð í dag eins og ég sé hana, verandi trúnaðarmaður er ekki milli SA og ykkar eða SA og annara heldur aðalega ASI, BSRB, Eflingu og allra þessar eininga að vissuleyti geti verið sammála það er mikil streita í samskiptum á milli okkar sem erum að semja fyrir verka- og láglaunafólk fyrst og fremst á almenna markaðnum en líka þetta fyrir stóran og mjög mikilvægan hóp verkafólks á opinbera markaðnum og svo opinberu félagana ekki endilega BSB heldur BHM og þeirra svona sem að innihalda stærstan part af fagmenntastéttunum og baráttan þarna á milli eða svona þessi streita þarna á milli síðustu ár hefur snúist það að í lífskjarasamningunum þá náðum við að semja krónutöluhækkanir sem að gerðu það að verkum að kaupmáttur láglauna hópana á íslensku vinnumarkaði sem eru konur og innflytjendur hann jókst verulega mikið umfram kaupmátt annara og þetta er akkurat það sem að BHM hefur verið alveg brjálað yfir síðan og vill bara leggja alla áherslu á að leiðrétta. Urður sem ekki brjálu strax því að þetta var líka hann að BSRB það var ekki brjálu, en ég sagði við ég mun regndur inn í Excel eftir 3 ár þá verði þið brjálu. Þetta er alveg rétt og við höfum stundum verið að velta því fyrir okkur bara hvernig stóð á því að við gátum saman krónutölur þá, ég held að við höfum kannski að þetta hafi verið of mikið eitthvað svona shock to the system bara hvað er að gerast og hversu brjáluð eru þau og eitthvað svoleiðis Hárið að Halldóri Benjamin orðið svo rosalega óvið. Já, þetta var eitthvað svona að því að svo til dæmis núna í samningunum, það var ekki fræðilegur við gætum samið krónutöluhækkanir. Við vildum það í Eflingu og það var alveg stór hópur af formönnum innan Alþýðusambandsins sem var tilbúin til þess að fara í þessa vegferð en það var ekki hægt. Samtökin sögðu þvert nei, við verðum aldrei að fara að gera þetta aftur og gríðarlega pressa frá opinberu félögunum að þetta yrði ekki gert og það voru mjög háværir og valdamiklir hópar innan Alþýðusambandsfélagana sem stóðu líka gegn þessu. Þannig að já, það væri bara gaman að komast að bara hvernig var þetta hægt þannig 2019 en já, ok, við erum auðvitað í þessum stóra slag alltaf við samtökin af því það þessi svona kjara stefna markeruð og þar erum við alltaf í þessari svona fáránlegu stöðu að neyðast einhvern veginn til þess að fara svona að leggja þessa kjara stefnu en svo bara greinilega eins og nú hefur mjög skýrt komið í ljós og komið þetta líka í ljós 2019 þú veist BHM svindlaði í samningunum sínum við ríkið og fengu bara hærri hækkanir þú veist cut-offið var bara þarna við vistbil í launatöflunni hjá þeim og svo var farið að mjatla meiri peningum til hærri launari hópana Smáaletri líka Já, en þú veist einmitt, við semjum og reynum að setja einhverja svona launstefnu og svo er það bara von og óvon hvort að við sem undir okkar hjá hennu opinbera ætla að fara að halda þessa stefnu við aðra hópa
og þá líka auðvitað kemur oft sterkt inn þessi svona smæð íslensk samfélags og völdin sem að sumir hópar hafa innan opinbera kerfisins. Við erum kannski svolítið mikið svona semja hvort við annað það hvað okkur finnist gott að kæmi inn í kjarasamninga. Fólk úr sömu stétt með sama menntunarstig sæst niður við samningsborðið og á endanum eru þau einhvern veginn svolítið að leiða samningarna til lykta með með hagsmuni beggja jafn mikið það græða allir við samningsborðið þarna á því að orlofsdagarnir séu vist margir að það séu sami í prósentum en ekki krónum, að styttingin komi inn fyrir skrifstofufólkið. Þannig að þetta alveg vandamál í íslensku samningsumhverfi, raunverulegt vandamál sem að sumir myndi segja að lausnin væri bara eitthvað svona Salek-módel, það væri bara troðið inn í eitthvað svona þjóðhagsráðsmódel þar sem að það væri bara mestu Excel-heilarnir búnir að leggja þetta allt upp fyrirfram Ég vil það til dæmis alls ekki. Þannig að þetta vandamál sem til staðar. Herðu, það var að lokaspurning þegar þú fer í pólitík, ætlarðu inn í sósíalistaflokkinn aftur eða ætlarðu að stofna þinn eigin flokk og ef svo hvað mun hann heita? Ég var einu sinni búin að ákveða, ég ætlaði að stofna flokk, það er svolítið langt síðan. Það var svona post-búsó, þá var ég rosa róttæk og alltaf í rosa stuði. Annað en í dag? Annað en í dag og þessi flokkur átti að heita nei-flokkurinn og slagorðið átti að vera segðu já við nei. Mér finnst þetta ógeðslega gott. Ég nota öll tækifæri til þess að rifja þetta upp. Svo er ég líka búin að búa til slagorð fyrir anti-Evrópusambandshreyfinguna sem ég ætla að stofna. Frelsi, friður, fullveldi. Ekki gott? Jú, ég skora með þér í þessu. Frelsi, friður, fullveldi. Og frjálshyggja? Nei, alls ekki. Þú þarft bara að stofna þitt. Þú þarft að vera með fjögur F, ég ætla bara að vera með 3. Ég bara er núna formaður Eflingar og enn sem komið þá vill Eflingar fólk að ég sé formaðurinn þeirra. Þannig ég ætla bara að vera það áfram. Þau þurft ekki að afneita þér til þess að þú færir í pólitík? Nei, en veistu, ég hef mjög mikið að gera í vinnu. Ég hef mjög mikið að gera. Ég er ráðin 50, ég kom nú léttasta skeiði. Ég þarf bara líka tíma til þess að hanga upp í sófa og hvíla mig og horfa á sjónvarpið. En pretty much er ég einhvern veginn í vinnunni alltaf Þannig að það að ég sé að fara eitthvað svona hoppa yfir í einhverja svona alvöru framboðspólitík, það er mér svo sannarlega ekki efst í huga. Ef þú færir í einhvern af ekki stjórnarflokkunum, einhvern af flokkunum á þingi í dag, hvaða flokkur verður það? Af þeim sem eru á þingi í dag? Já. Ég held ég ætti ekki heima í neinum. Nei, en þú þarft að fara inn. Það er ekki samfélking eða? Nei. Ef ég núna þyrfti að fara í einhvern af flokkunum. Má ég giska Framsókn? Það er ekki margir eftir. Kannski væri einfaldast fyrir mig að fara í flokk fólksins. Þó að ég sé alveg pottitt ósammála mjög mörgu og þó að ég og Inga værum kannski ekki eitthvað að vera rosa hressar gælur saman í herbyggi, þá held ég mögulega að svona working class populismi sem að þar hefur svona fengið að vera til staðar myndi mögulega bara henta mér best. Auðvitað, ég veit ekki af hverju það liggur beinast við náttúrulega. Sólveig Anna Jónsdóttir, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst.